þá það 6. dagskrárliður, álagning gjalda, fasteignagjöld 2018. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér 7. liður úr fundargerð bæjarráðs frá 23. nóvember síðastliðinn, þar sem var lagðar fram breytingar á reglum afslátt á fasteignaskatti á tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum hjá Akureyrarbæ og þessu var vísað hér til bæjarstjórnar til afgreiðslu. Svona kannski það helsta sem verið að breyta í þessu, það það að við erum að hækka tekjutengdan afslátt úr 65.700 krónum í 100.000 krónur og við erum jafnframt líka í rauninni að breyta tekjumörkunum. Þannig að núna að fólk með tekjur alltaf 3,4 milljónum og 24.000 krónum á auki fær fullan afslátt. Það eru 4.871.000 sem hæstu mögulega tekjur til þess að fá afslátt. Þannig að fólk sem fer yfir þær þá upphæð fær engan afslátt en afslátturinn línulegur. Fyrir hjónin þessi fjárhæð komin í 4.591.000 sem fullur afsláttur og 6.103.000 sem engin afsláttur. Og þarna jafnframt línulegan afslátt að ræða. Þarna verið að miða við tekjur á árinu 2016 þegar að samkvæmt skattframtali ársins 2017 þegar að afslátturinn reiknaður út. Það síðan bara að gera smá orðalegsbreytingar á þessu verðandi breytingar á starfsheiti fjármálastjóra sem heitir nú sviðsstjóri fjársýslusviðs en að öðru leyti þetta ekki aðra breytingar gerðar á þessum reglum. Þessi breyting ásamt því sem við vorum að fjalla áðan, þessi prósentubreyting, hún þýðir fyrir okkur í heild sinni að við minnir 64 milljónir í lækkun á fasteignagjöldum á ársgrundvelli. Þannig að þetta svolítið töluverð breyting sem við erum að gera. Það segja að það ekki 64 milljónir vegna þess að heldur heildin. Þannig að við erum svona að lækka hérna og koma þá líka til mótsvið eins og reglurnar og lögin segja til mótsvið tekjulitla elli- og örorkulífeyrisþega. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara koma upp og fagna þessari tillögu að breytingu á afsláttarkjörum á fasteignagjöldum til elli- og örorkulífeyrisþega. Við ræddum það síðasta ári að þessar viðmiðunar upphæðir væru mjög lágar og þær næðu þessna til mjög takmarkaðs hóps. Nú stigið ákveðið skref í það átt að hækka í raun og veru þetta lágmarksviðmiðið þannig að það eru fleiri sem koma til með að njóta þessa afsláttar heldur en var og hefur verið. Hins vegar alveg ljóst að við erum ekki að stíga skrefið kannski alla þá leið sem að þau sveitarfélög sem við miðum okkur við að stíga. En ég get alveg tekið undir það að ég lít á þetta sem kannski fyrsta skref í því að stíga fleiri skref í þá átt að hækka lágmarksviðmiðið þannig að þetta nái til fleiri elli- og örorkulífeyrisþega. Það má kannski segja sem svo að þeir sem eru með lífeyri til viðbótar við ellilífeyrinn að þeir svo sem falla á engan hátt undir þetta en þeir eru ekkert allir með háar tekjur eða mjög rúmt fjárhag sinn hvort sem elli- eða örorkulífeyrisþega er að ræða. En þetta er allavega skref í rétta átt. Þar sem ekki fleiri hafa kvætt sér hljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt til þess að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.